Veit ekki hvort ég geti það núna. Takk Jesús, þetta vakti mig. Velkomin. Samkomu, gaman að sjá okkur hér í dag. Við erum í jólamánuði þar sem að flestir færast frá Guði. Ég hef alltaf heitið með því að færa mig nær Guði í jólamánuði. En við ætlum að lesa ritningarstað dagsins. Ykkur sem voru áður fráhverf Guði og óvinveitt í huga og vondum verkum, hefur hann nú sætt við sig með dauða Kristi í jarðneskum líkama. Hann lætur ykkur koma fram fyrir sig heilög og lýtalaus, óaðfinnanleg. Kólosarbréfið 1:22. Magnað beru syndarar sem Guð keypti með dauða sínum á krossi. Og núna getum við komið fram fyrir Guð heilög, lýtalaus og óaðfinnanleg. Halleluja. En við erum komið saman og við ætlum að lofa Guð og gefa honum dýrðin í dag því að hann er heilagur. Hann er verðugur og hann á allt skilið frá okkur. Halleluja, leggjum líf okkar fyrir framan hann. Ég færir friði í fatta veru og kemur tíndum í trygga hendur. Konungur dýrða, hver æfur þjóðunum, réttur og sannur, skín eins og sólin, sindrandi ljóma. Konungur dýrða, konungur konunga. Þetta er undranna, þetta er hinn sanna. Hann dó í okkar stað, var okkar syndagróf. Þú gafst lífið þitt að frelsa gætir mig. Jesús minn lofsöng, með þökk vil færa þig. Verður risinn konungur verðugt lambið sem fórnaði sér. Verður risinn konungur verðugt lambið sem fórnaði sér. Verður risinn konungur verðugt lambið sem fórnaði sér. Verður risinn konungur verðugt
alla daga. Við lyftum nafniðinu upp í dag, Drottinn, við vexum þig í dag, Drottinn. Við ætlum að gefa þér lofgjörð okkar í dag, Drottinn. Ég biðum að gera eitthvað nýtt og meðal okkar í dag. Ég biðum að starfa í hjörtum okkar í dag með heilugum anda og eldi, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú ert konungur okkar. Takk, Jesús. Bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Helgist þitt nafn, þú trúfasti Guð. Þú ert verðugur alla daga, alla nætur, Drottinn Jesús. Bæn okkar mætti verið reykelsi silmur til þín. Lofgjörð okkar mætti stíga upp til þín. Takk, Jesús. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise.
Þú ert verðugur, Drottinn, halleluja. Við lofum þig og við tignum nafn þitt. Þvílíkur Guð sem við eigum, halleluja. Takk, Jesús. Klætt hans náð og réttlæti, saklaus við hans ásæti. Takk, Jesús. Helgist þitt nafn. Við lofum þig, Drottinn.
þakkum þér fyrir hver þú ert. Við þökkum þér að við fáum það tækifæri að standa fyrir fram á þig í dag og lofa þig. Ég þakka þér fyrir hann heiður að fá að tigna nafn þitt. Takk, Jesús. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve. Verðugur ertu drottinn. Við lofum þig í dag og gefum þig tignin í dag, drottinn. Við lyftum nafni heilagur. Now in the heavens, as your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place.
Loffust þína, halleluja. Helgist þitt nafn, drottinn Jesús. Worthy is his name. Worthy is his name. And he's worthy of it all. For from him are all things, and to him are all things. He alone deserves the glory. We give him the praise and the honor today, for he's definitely present with us. I want to encourage you as we start to worship again, as we take up the offering, that you summit the hill of the Lord. He's calling us deeper into his presence today. He's summoning us. Will you come? Will you leave it all behind and come into his glory, into the glory of glories, into the holy place? He's asking us to come as we worship him and lift up his name. He's calling us. He's inviting us. He's saying, come. I've chosen you, each one of you. And by his divine power, he has granted to us all things that pertain to life and godliness. Everything we need for life and godliness, we have. And we're going to take up our offering. And we are sowing into other churches. Church in the Philippines. This church started as one. They have now planted 2 others. So there's 3 churches that they have going. They are praying for us every morning. They call it the dawn prayer. As the sun's coming up at 5, 6 in the morning, they are gathering to pray. And we are one of their topics that they are praying for. Amen. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, and nor is he served by human hands as though he needed anything. See, we're not giving because God needs us to give. We are giving because it's a blessing for us to give. For it's better to give than to receive. And God is calling us to partner with him as he sees his kingdom come on the earth. And he is the one that gives us everything we need. Everything we have. It's from him and to him. And it's the blessed privilege that we have to co-labor with God as we serve him in every element of our lives. Not just some parts. We need to open our whole lives to him, to serve him, and to see his kingdom come in our lives and through us. So we're going to take up the offering, and then we're going to pray. Amen. Oh, we thank you, Lord. We thank you for your generosity to us. That yet whilst we were still sinners, you died on the cross for us. And when we were in the miry bog, you chose to come and save us. You got in there and you took us out of the miry bog. You know everything about our lives, every thought, every idea, every hair on our head. There's nothing hidden from you. Even our situation right now, you know the position we find ourselves in. It's not a surprise to you, whatever our need might be. But Father, we are blessed to sow into the kingdom. And we ask that you would bless these finances and give us wisdom in the utilization of them to see your kingdom come, to see your will be done, and your name exalted above all. In Jesus' name, amen. Sem ekki skildu þetta var, glemdum að túlka þetta. Betra að gefa en að þiggja. Halleluja, við ætlum að syngja aðeins meira og við ætlum að lofa Guð aðeins meira. Það vantar smá upp á, eða ekki? Mér finnst þið ekki alveg gefa ykkur öll í þetta. Við ætlum að gefa Guði nokkra mínútur í viðbót í lofgjörð og heyra svo frábært orð Guðs.
1,000 generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All throne and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry. Þekkjum öll þetta lag, syngjum mig og gefum honum allt.
love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Amen. Og allur líðurinn sagði, mögnuð, það virðist ekki skipta máli hverjir eru veikir og hverjir eru, það er bara þvílík nærvera yfir löfgjörteymin okkar. Eru þið ekki sammála? Ha, hver góður. Alli og tæknin, ég verð að minnast Alla. Hvar væru við án Alla?
Ali Grúsk, hann komið nýtt viðurnafni, Ali Grúsk, maður minn, algjörlega ómissandi, frábær í alla staði. Takk Jesús. Mér langaði til þess að minnast á þetta, hæjast mín. Mér langaði til þess að minnast á eitt, næstu helgi verður öðruvísi samkoma. Þá ætlum við að syngja jólin inn. Og við gerum þetta einu svona ári og þá erum við bara með þá erum við ekki með lofgjörðartónlist. Við erum náttúrulega í rauninni bara með lofgjörðartónlist. Þetta er sérstaklega svona jólatónlist, skulum við segja. Og í lokin þá erum við að gleðja hérna litlu börnin, þannig ég hvet ykkur til þess að koma með litlu krílin með ykkur. Því að þau fá hérna góðgæti og annað slíkt. Þannig, við erum að tala aðeins minna náttúrulega, en ég skil þig. Þannig að þið ekki til í þetta, koma hérna með litlu krúttin ykkar og eiga yndislega jólastund saman í forgörðum Drottins. En áður en ég hef byrjað að tala, að þá ætla ég að lifa Gunnari mínum, hann er alveg að springa. Hún er vant að svo tala og hann er góður í því. Það þarf að rödd í þessu. Heyrið, við erum biblíuleg kirkja, ekki satt? Þá förum við í Guðs orð. Ég er ekkert búinn með Galatabréfið, aldrei það sko. En núna, ég ætla að hoppa í fyrsta kafla til að sýna ykkur hvað þetta er alvarlegt sem er að eiga sér stað hérna. Því að það eru svo margir kristnir, engin fyrirdæming, sem eru að lifa á sér stað það sem Galatamenn voru á. Að blanda saman lögmál Móse og náð Krist og lifa þessu gyðingkristnu lífi. En Páll er bara að segja að þetta er ekki fagnaðarindurinn um Jesú Krist. Ég er að reyna að koma sér til ykkar þannig að þið fáið hennan grundvallarvöll í trúa lífið ykkar til þess að lifi frelsandi lífi í Kristi Jesú. Hoppum aðeins í 1:8. En þótt jafnvel ég eða engill frá himni fær að boða ykkur annað fagnaðarindi en það sem ég hef boðað ykkur, þá sé hann bölvaður. Ef við setjum þetta bara svona í smá samhengi. Páll boðar Galatamönnum fagnaðarindi, Galatíja er í dag Tyrkland. Hann sem boðar fagnaðarindi fer aftur til Jerúsalem og bara það myndi engill birtast fyrir fram að kirkjuna í Jerúsalem og segja, nei, þetta var ekki rétt hjá Páli. Nú skal ég sýna ykkur hvernig þetta er. Þá sá engill bölvaður og þeir hlusti ekki á hann. Þetta er alveg ríkt svona í mann, við kannski tökum skrefi í trú, gefum líf okkar Kristi og þá svona eftir nokkur ár fyrir að taka eftir einhverjum hlutum í lögmálinu og fyrir að bæta því bara við Kristi dóminn. Og það er svona, ég er núna orðin djúpari í Guði. Þetta er mjög algeng setning í kristni trú að segja. Þeir sem eru djúpir í Guði eru allir í lögmálinu. Þetta er fullt af kristnum fólki sem eru bara að predika upp úr Gamla testamentinu. Þeir helstu staðir eru þar, en taktu nú vel eftir. Það er fullt af góðum hlutum úr Gamla testamentinu. Ég er ekki að gera lítið úr því. Við getum lært af því. Við getum tökum með alla bækur Gamla testamentsins og stúdera, lesa þær alveg í þaula. Ég er ekki að segja að við erum ekki að gera það. Ég les lögmáli með þeim augum. Ég er að koma auga á Jesú, af því að Jesús er hann allstar. Hann er í fyrstu Mósebók, kemur mörgusunni fram þar og hann kemur mörgusunni fram í Opinberabókinni og allt þar á milli. Hann er allstar í þessari bók. Ég kalla Biblíuna, þetta er Jesú bók. Þetta snýst allt um Jesú. Fyrir þangað sem að ég var komið síðast. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfinn, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits. En Guð sýndi Abraham náð og hendi það sem að gaf honum fyrirheitum. Nú fer kannski hluturinn aðeins að flækjast fyrir okkur, sem er alveg eðlilegt. Af því að hann er ennþá að færa rök fyrir máli sínu, hvernig loforðum Jesú myndi kom löngu fyrir lögmálið. Hann er ennþá að færa rök fyrir því. Eins og þið vitið, eins og ég fór síðast, Abraham var ekki undir lögmálið. Hann er 430 árum fyrir lögmálið og það var hann sem fékk sáttmálan það að Jesú myndi koma í heiminn. Hann er löngu fyrir það. Og Páll er að segja, ef við erum að hlýða lögmáli til þess að Jesú myndi bara koma í heiminn, þá fæst þetta ekki lengur fyrir loforð eða náð.
Jésu kom ekki að því að hvað við erum svo rosalega duglega og góð í einhverjum lögmálsverkum og eitthvað framvegis. Hann kom alls ekki út af því. Hann kom vegna þess að Guð vildi ná tengingu við okkur. Þetta er eina trúarbragði í allri mannkynssögunni sem segir hvað Guð gerir til að nálgast þig. Þetta er eina trúarbragð. Öll trúarbragð eru með sama tilgang. Hérna er það sem þú þarft að gera til að nálgast himnaríki, paradís eða hvað sem þetta allt heitir. Nei, hérna er trúarbragð sem segir hvað Guð gerir til að nálgast þig. Fyrir blóð Jesú Krist á krossinum á þú nýja sáttmála, nýja stöðu með Guði. Þú ert réttláttur fyrir trú. Þú stendur saklaus frammi fyrir Guði í trú. Ég er löngu búinn með tíma minn. Herri Jesús, ég þakka fyrir náðina miskunn Drottinn. Ég þakka þér Drottinn minn að við höfum nýja stöðu í þér, Jesús. Ég þakka þér Drottinn minn að þú komst samkvæmt loforði. Þú komst ekki að því að við erum svo góð og klár, nei, þú komst til þess að við fengum tengingu við þig, Jesús. Ég þakka þér Drottinn minn að þú gerðir Ísraelsmenn og heiðingja að einu manni í Kristi Jesú, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það. Þú ert upprisan á lífi. Sá sem trúir á þig mun lifa þó hann deyi. Ég bið Jesús að við munum eignast þetta frelsi í þér, Jesús. Eins og Galatabréf 5:1 segir, til frelsis frelsaði Kristur okkur. Láti ekki aftur leggja okkur ánauðar ok. Ég bið bara Drottinn minn að þú gefur okkur opinberan skilning á fagnaðarerindinu, Drottinn minn, af því að þetta er eina fagnaðarind sem gefur líf. Bókstafurinn deyðir, en það er andinn sem gefur líf í Jesús. Og ég bara bið Drottinn minn og allir okkar göngu að gefa þig dýrið. Þannig ég bið fyrir mömmu þegar hún talar, með eru smyrri að vara hennar á tungu og allir okkar göngu að gefa þig dýriðina. Í Jesú nafni, amen. Halleluja. Hann er magnaður. Dísi Guði. Hann er rosalega klift og skorið. Það er hjá Gunnari og alla mínum. Það er mikið talað um ritningarnar heima. Vá. Ég hef stundum bara, já, I love it. En það er stundum, Gunnar kemur stundum eftir samkomum, bara mamma, ég hef nú kannski ekki alveg sammála þessu. Og það er nefnilega svo mikilvægt, vinir. Þú veist, þetta snýst að rannsaka ritningarnar. Þetta snýst að skilja ritningarnar. Og stundum er Gunnar ekki sammála mér, þá náttúrulega snýja hann bara niður og segir bara, jú, víst Gunnar. Og það hefur virkað hingað til. Takk Jesús. En mér langar aðeins að halda áfram með orðið sem ég kom með síðast. Við vorum að tala um vígi. Og hvernig Guð vill í rauninni uppræta sérhvert vígi sem er í líf okkar. Og þú spyr, hvað er vígi? Og við sjáum þetta í ritningunum þegar Páll hann er að fara og hann er að hitta söfnu sinn. Söfnu sem hann er búinn að planta, hann fer í Korintu og hann er í rauninni að staðfesta sinn postuladóm. Hvað er ég að meina? Það voru fólk sem kom inn í Korintu og hafði annað fagnaðarinn, að vera að segja skringilega hluti og svo framvegis og svo framvegis. Og Páll var þannig að þegar hann mætti á svæðið, þá var hann ljúfur og yndislegur, eins og ég er, þið vitið. En þegar hann skrifaði, þá var hann miklu, miklu beittari. Hann lét fólk heyra það þegar hann skrifaði bréfin og hann sendi á kirkjurnar. Af hverju? Því að kirkjurnar voru bara voru nýbúin að taka á móti Jesú og það átti eftir að verða ákveðin vöxtur. Og hann er að útskýra fyrir kirkjunni þarna hvað það er mikilvægt að þeir komi gegn manni. Og vinir, það er annarkvort eitthvað hérna úti sem að kemur gegn þér. Það eru kringumstæðnar sem að koma gegn þér. Það getur verið fólk sem að kemur gegn þér. Það getur hreinlega verið bara eitthvað í lífið þínu sem að kemur gegn þér. Og þá er svo mikilvægt að vita það að við berjumst ekki með mannlegu mætti. Við berjumst með andlegum vopnum. Og Biblían er svo skýr að við þurfum að átta okkur á því að þegar við göngum í gegnum lífið, að þá er alls konar sem að kemur upp og vinir hver einasta kringumstæð sem að þú lendir í er tækifæri fyrir þig til að draga þig nær Guði. Þetta snýst hvernig þú svarar kringumstæðunum. Það er ekkert endilega kringumstæðna, það er þitt viðbragð við kringumstæðunum. Og vinir, það sem að Guð vill gefa okkur er betra viðbragð við kringumstæðum lífsins.
að taka ákvörðun á hverjum einasta degi að íklæða okkur þeim herklæðum sem að Guð hefur svo sannarlega gefið okkur. Og við eigum ekki að vera bara liggja undir kringumstæðunum eða vera í klessu út af kringumstæðunum. Við eigum að láta réttlæti Guðs rísa innan með okkur. Það þýðir að við getum flogið yfir sérhverjar kringumstæður. Það er það sem að Biblían kennir okkur. Þannig að mér langar til þess að aftur fara í nokkuð vers sem ég fór í hérna á sunnudaginn var, bara þannig að við áttum okkur betur á hvað við erum að tala Og ég byrja í 1. Korintubréfi 10. kafla. Því að vopnin sem ég nota ekki jarnesk heldur máttu vopnvus til að brjóta niður vígi. Ég brýt niður hugsmíðar og allt sem hreykir sér gegn þekkingun á Guði og hertek sérhverja hugsun til hlýðni við Krist. Þetta blessuð orð. Og vinni, hvað vígi? Ég fór yfir það síðast. Vígi synd í líf okkar. Lygi sem að þú hefur byrjað að trúa sjálfan þig, lífið. Það getur verið áföll. Guð minn góður, það getur verið vígi. Og vinni, áföll eru oft vígi í okkar lífi. Þau rísa upp við bara ólíklegastu aðstæður. Og vinni, Guð vill leysa okkur undan slíku vígi. Því að þú átt að geta komið fram fyrir Drottin með djörfung. Þú átt að geta verið með von í hjarta gagnvart öllum kringumstæðum. Því að Kristur hefur frelsað þig. Hann hefur leyst þig. Og hann býr innra með þér. Og vinni, vígi eitthvað sem að getur poppað upp. Alli var einmitt að tala við mig í gær, varðandi strákadaginn sem að var í gær. Og hann útskýrir fyrir strákunum, þetta eins og vöðvaminni. Eitthvað gamalt sem átti sér stað eitthvað tíman. Og allt í einu poppar þetta upp við skringilegust aðstæður. Og það getur gert að verkum, vinir, að þú getur eyðilagt líf þitt ef þú leifir vígum að ráða ríkjum. Við eigum að sigra þessi vígi. Og vinir, við sigrum ekki með mannlegum mætti. Við getum ekki drukkið okkur út úr vígum. Við getum ekki tekið dóp vegna víga. Við getum ekki látið reiðin að stjórna því hvort að við upprætum vígi. Þess vegna segir Páll í Rómverjabréfinu 12. kafla, við eigum að endurnýja hugsun okkar. Til þess að fara inn í það sem gott, fagurt og fullkomið. Þú getur ekki upplifa gott, fagurt og fullkomið fyrir þú búin að endurnýja hugsun þína. Allir með mér hér í dag? Skiljiði hvert ég að fara? Og vinir, þannig að þú ert frelsaður. Og ég talaði eins og til dæmis með Ísraelsmenn þegar þau fóru út úr Egyptalandi. Þá það tákmynd þess þegar við tökum á móti Jesú Kristi. Við eigum ekki að vera þrælar. Og vinir, þegar við erum út í þessum heimi þá erum við þrælar. Við erum þrælar, kennir ritningin fyrir öllu því sem við byggjum ósigur fyrir. Og vinir, það getur verið kynlíf hjá sumum. Þú getur verið sofandi út allan bæ. Þú ert þræll. Ef þú ert stjórnlaus í drykkju eða í vímuefnum, þá ertu þræll. Og Guð vill taka þig út úr þrældómnum. Og hann vill hjálpa þér. Hann vill hjálpa þér inn í hið allra helgasta eða inn í Kanansland. Það var alltaf tilgangur Drottins að taka fólkið hans úr Egyptalandi sem þrældómur, vinir. Við eigum ekki að vera í þrældóm. Ekki gagnvart nokkrum hlut. Gunnar var að tala til frelsis frelsaði Kristur okkur. Vinir, til frelsis. Látum ekki aftur leggja okkur ánauðarok. Hvort sem að það lögmálið eða hvað annað sem að á heima í heiminum. Og það kannski glitrar. Og við það vín oft á tíðum glitrar. En ef þú missir stjórnina, þá þetta dauði og djöfull. Og það geta margir vitnað það. Halleluja. Þannig að við erum kölluð til frelsis. Við erum kölluð til að lifa í frelsi. Og notum ekki, eins og Páll sagði, frelsið til færis fyrir holdið. Frelsið okkar á ekki að þjóna holdin okkar. Það að þjóna andanum okkar. Heldur þjónið hverju öðrum í kærleika. Kennir versið. Má ég heyra amen. Halleluja.
Þannig að við eru áföll, það er reiði, það er stjórnleysi, það er hroki og dramb. Vinir, það er eitt af erfiðasta sem við þurfum að díla við sem kristið fólk, það er hroki og dramb. Vitið það er upphaf syndin, það er hroki, það er dramb. Það er allar syndir sem að koma af þessari synd, því að þér finnst þú eiga eitthvað betra skilið og þú getur endað í algjöru veglausu ef þú leyfir hroka og dramb að ráða þínu lífi. Það á ekki að ráða. Og ég skal bara segja ykkur það, Lúsífer var einu sinni erkiengill Guðs. Það var hroki og dramb sem að felldi Lúsífer, sem heitir Satan, djöfull. Og vinir, hroki er það hræðilegasta á göngunum með Guði. Þegar við þykjumst vita allar hluti. Við vorum eins og með áfangaheimili í gamla daga. Og ég get alveg sagt ykkur það. Ég sá langa leiðir þegar fólk var á fallbraut. Hvernig kom það í ljós? Það var hroki. Allt í einu vissi viðkomandi allt sem hægt var að vita og það gat enginn sagt neitt við viðkomandi. Þá ertu á fallbraut. Gagnvart Guði, gagnvart öllu. Það sem að Guð vill kenna okkur hins vegar á göngunum í sér er að læra að hlýðunum. Hann sagði hlýðni vil ég en ekki fórnir. Hann vill að þú gerir vilja sinn og þú komist inn á hið allra helgasta. Komist inn í hið allra helgasta og getur notið blessana Guðs. En hver var tilgangur ferðarinnar frá Ísraelsmönnum inn í Kanasland? Þannig fara aðeins í Gamla testamentu og sýna ykkur Jesú í Gamla testamentinu. Halleluja. Gunnar kom inn á það. Við þurfum að sjá Jesú í Gamla testamentinu og hann hefur algjörlega rétt fyrir sér. Þetta er skuggamyndin. Og vinir, í þessari ferð Ísraelsmenn þá getum við séð svo ótrúlega margt sem að við í rauninni sem kristi fólk göngum í gegnum. Með það í huga að læra að líkjast drottni og verða, þið vitið, að vaksa upp til höfuðsins sem er Kristur. Og tilgangur fararinnar var alltaf að komast inn í Kanasland. Og þeir fóru úr Egyptalandi inn í eyðimörkina. Og Biblían kennir okkur að þeir voru 40 ár í eyðimörkinni. Þetta er ferð sem átt að taka kannski nokkra vikur. Þeir voru 40 ár í eyðimörkinu og út af hverju vinir. Biblían kennir að þeir voru harðsvíraður líður. Veit eitthvað hvað það þýðir? Þeir voru fullir af drambi. Þeir voru fullir af, ég veit, þú skilur ekki, ég er búin að fara í gegnum þetta, þú skilur ekki, mínar aðstæður eru öðruvísi en þínar, fullt af afsökunum. Og ég ætla bara að benda ykkur á eitt. Guð bjargaði þeim út úr þrælahaldi. Þau voru með fullt af issues. Það var fullt af áföllum sem að höfðu dunið á þessu fólki. En við á einhverjum tímapunkti þá þarf þetta að hætta að nota áfallið sem einhver afsökun fyrir það að gera ekki vilja Guðs. Ég ætla að segja þetta aftur. Á einhverjum tímapunkti þá þarf þetta að hætta að láta afsökunna áfallið halda þið frá Kanaslandi. Við notum afsökun út í eitt. Það sem að Guð vildi gera við Ísraelslið, hann vildi lækna þau. Hann vildi leysa þau. Og í staðin fyrir að læra og fara á eftir drottni, þá gengu þeir hring eftir hring í gegnum sömu reynsluna aftur og aftur og aftur. Og spurning mín er þessi, hversu oft þurfum við að fara í gegnum sömu kringumstæðurnar til þess að læra þeim? Við sem kristi fólk, við eigum að fá 10 í einkunn af lærdómi gagnvart kringumstæðum okkar. Því að kringumstæðurnar eiga að gera það verkum að við skínum bjartara í Guði. Það er það sem að kringumstæðurnar eru fyrir. Það er ekki til þess að gera lítið úr þér eða eyðileggja þig eða og svo framvegis. Vinir, við þurfum að leyfa Guði að lækna okkur. Og vinir, hér inn er fólk sem hefur upplifað áföll. Og ég er ekki að gera lítið úr áföllum, ég hef upplifað áföll sjálf.
En Guð kom til að setja saman brotin hjörtu. Það var hans tilgangur að setja saman brotin hjörtu. Þetta í fyrstu ræðun hans. Hann fór með Jesaja. Hann var kominn til að setja saman, hann var kominn til að leysa líð sinn og frá syndum þeirra. En hann var líka kominn til að setja saman brotin hjörtu. Og vinur, á einhverjum tímapunkti þá þurfum við að setjast niður og segja, Drottinn, ég ætla að auðmýkja mig undir þína voldugu hönd. Ég ætla að hætta að nota hluti sem ég búin að gangi í gegnum sem einhverja afsökun. Ég ætla að hætta að nota það sem einhverja hækju. Ég ætla að treysta þér. Ég ætla að fara á eftir þér alveg sama hvað. Og vinni, þetta ákvörðin sem að hver og einn þarf að taka. Og ég hveti, taktu þessa ákvörðin í dag. Ekki láta óvinnin snúa þig svona á punktinum og þannig að þú missir af Kananslandi sem að Guð hefur svo sannarlega ákvarðað fyrir okkur öll. Halleluja. Áður en þið fóru inn í Kananland eftir þessi 40 ár. 40 ár, hugsið ykkur. 40 ár þar sem þau gengur hring eftir hring eftir hring. Loksins var komin tími þar sem að Guð taldi þá í rauninni hafa yfir því að búa að geta sigra landið. Og vinir, þegar þau fóru inn í Kananland þá fóru þeir í gegnum ána Jórdan. Og við vitum það að Jesús var skírður í ánni Jórdan. Töluvert seinna. En það sem þeir gerðu var það að prestarnir, Guð gaf þeim mjög skýr fyrirmæli til þess að komast inn í Kananland þá þurftu þeir að fara í gegnum Jórdan. Og hvað áttu prestarnir að gera þegar þetta setja örkina á axlir sér? Og þið getið alveg séð þetta fyrir ykkur. Prestarnir settu örkina á axlir sér. Og það sem að Ísraelsmenn áttu að gera að fara undir örkina. Sem hefur mjög skýr í rauninni myndræna líkingu fyrir okkur í dag. Vinni, til þess að komast inn í Kananland, þá þarftu að taka af þinn höfðingjadóm. Þú þarftu að fara að segja, Drottinn, það ekki ég sem ræð. Það þú. Og vinni, til þess að komast inn í Kananland, þá þarftu að fara undir höfðingjadóm Drottins. Þú þarftu að segja, ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Þú þarftu að fara að endurnýja hugsun þína, svo þú getur upplifað hvað hið góða hið fagra og fullkomna. Og vinni, til þess að komast inn í Kananland, þá þurfum við að fara undir í hlýðni. Guð leitar eftir hlýðni. Hann leitar ekki eftir hlutum sem við gerum, hann leitar eftir hlýðni. Og vinni, til þess að komast inn í það sem að Guð svo sannarlega kallað einn og sérhvern hér til þess að gera, til þess að komast inn í fullnustu hans. Það að hlýða okkur, það að beygja okkur fyrir orði hans, að hlýða honum í öllum kringumstæðum. Og vinni, þegar við erum komið þangað, þá erum við búin að vaksa upp til höfuðsins. Og þá getum við farið að taka landið nákvæmlega eins og það er. Því að meiri sá sem í okkur heldur en sá sem í heiminum. Má ég heyra amen? Halleluja. Förum aðeins í gegnum þetta. Ég ætla að fara í Jósúabók. Í 7. kafla. Jerikó var umlykt. Ramlega vígirt og loku vegna Ísraelsmanna. Þar kom enginn út eða inn. Og þannig eru þeir komlin inn í Kananland og fyrsta borgin sem að þeir í rauninni feysa, það var Jerikó. Lesum áfram. Þá sagði Drottinn við Jósúa, ég sel Jerikó þér í hendur, konung borgarinnar og kappa. Gangið umhverfis borgina, allir hermennir skulu fara einu sinni umhverfis borgina, þetta skaltu gera í 6 daga. 7 prestar skulu bera 7 hafurshorn fyrir örkinni. 7. daginn skulu þeir fara 7 sinnum umhverfis borgina og þá eiga prestarnir að þeyta hafurshornin. Þið áttu ykkur hvernig hafurshorn lítur út. Þá mun borgarmúrin hrynja til grunna og þá skal hver og einn halda upp í borgina þaðan sem hann staddur. Ég ætla bara að benda ykkur eitt. Drottinn var búinn að gefa þeim sigurinn áður en þeir gerðu nokkurn skapaðan hlut.
áður en þeir gerðu nokkuð skapaðan hlut. Hann var búinn að gefa þeim sigurinn. Hann var búinn að gefa þeim sigurinn andlega. Það eina sem Ísraelsmenn þurfti að gera ásamt prestorum var að hlýða. Ég ætla að segja þetta aftur, það eina sem að líðurinn þurfti að gera á þessum tímapunkti var að hlýða. Og vinir, til þess að fá borgamúrina, víginn í líf okkar, til þess að hrynja niður, þá þurfum að læra að hlýða röddu drottins. Hún má ekki bara vera rödd sem að talar einstaka sinnum í líf okkar og við hlustum á þetta og fáum gæsahúð á sunnudögum. Þetta þarf að vera lífstíl, vinir. Vinir, við hlustum á röddina hverjum einasta degi og við gerum meir en það, við fylgjum röddinni. Þú færð aldrei ávinningin á því að fylgja drottni nema hlýða röddinni, vinir. Og vinir, Guð er að tala í dag. Ef þú vilt sjá borgamúra, ef þú vilt sjá vígi falla í þínu lífi, ekki vera bara heyrandi af því sem að kemur fram hér í dag, vertu gjörandi. Það er það sem að Biblían kennir okkur. Ekki bara heyrandi, heldur gjörandi, annars svíkurðu sjálfa þig. Og vinni, það er nákvæmlega það sem Ísraelsmenn gerðu. Þeir fóru eftir því sem að Guð hafi sagt. Þeir voru búin að læra í eyðimörkinu, þeir voru búin að fara hring eftir hring, reynandi sitt eigið. Vera með stífan háls gagnvart Guði. Nei, drottinn minn, þú veist, ég skal taka þennan slag. Og ég veit ekki hversu oft ég hef sagt þetta við drottinn. Nei, nú tek ég við stjórninni. Og það ég er alveg með þetta. Svo hef bara komið í ljós að ég er bara alls ekki með þetta. Og vinni, drottinn er alltaf með þetta. Og Guð notar stundum skringilega hluti til þess að koma niður borgarvirkjunum í líf okkar. Hann notar stundum skringilega hluti til þess að sjá múrana falla í líf okkar. En ég hveti, ef að drottinn er búinn að segja, jáfnvel þótt þú skilir það ekki fullkomlega, gerðu það samt. Já, þetta er betra. Er einhver hérna sem er með að beygja sig hérna? Við erum öll þar, það er nú bara þannig. En vinir, þegar drottinn er búinn að segja okkur að gera eitthvað, þá er bara betra að gera það. Hann er með fullkomið plan. Hann ætlar að rífa niður sérhvert vígi. Eina sem að þú þarft að gera er að hlýða. Þetta er ekki einu sinni flókið, bara að hlýða. Og hann er svo frábær. Og vinir, þetta er athyglisvert. Talan 7. Talan 7 kemur fram varðandi Jerikó mjög sterkt. Og hvað þýðir talan 7? Hún talar fullkomið verk, ekki satt. Og stundum er það þannig að við erum að vilja biðja Guð að gera eitthvað lækningu eða kraftaverki í líf okkar, en við erum bara með tána í vilja Guðs og við erum alveg hissa. Við erum alveg hissa, hvar eru allir ávextirnir? Drottinn, ég vil ávexti, ég vil blessun. En vinni, þú ert ekki einu sinni með, þú ert varla með tána í því sem að Guð vil gera. Og vinir, hann er að tala 7, talan 7 talar fullkomið verk. Og vinir, þegar þú bara ferð all in. Vinir, þegar þú ferð bara all in. Hættum þess að vera ykkur á báðum hliðum, farðu bara all in. Farðu á eftir því sem að Guð hefur sagt. Og ég skal sýna þér það og ég skal segja þér, þú munt sjá borgamúra í þínu lífi hrynja. Ég bara lofa ykkur því. Ég hef séð Guð fella niður slíka múra í mínu lífi, eingöngu vegna þess að ég hef hlýtt ykkur sem hann hefur sagt. Guð er magnaður. Það stendur aldrei á Guði. Það bara gerir ekki. Þannig í staðinn fyrir að fara hring eftir hring, leyfum Guði að eiga við vígin okkar. Rífum þau niður. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að ég auðmýki mig undir Guðs voldugu hönd. Það þýðir fullkomið verk. Ég hætti ekki miðjum klíðum. Ég ger ekki bara sumt og annað ekki.
Ég ger ekki bara sumt og annað ekki. Ég ger ekki bara það sem þægilegt og hendar mér. Hér inni Guð að byggja upp hóp sem tilbúin að fórna öllu til þess að fylgja drottni. Það bara þannig. Það bara þannig. Það bara þannig. Við ætlum ekki að vera með litlu tanni. Við ætlum að fara að synda í vilja Guðs. Ég bara segja ykkur það. Og ég skal bara segja ykkur það ástæðan fyrir því að múrarnir fjallu í Jerikó var út af hlíðinni. Var út af hlíðinni. Og nú spyr ég, hvaða múrar ert þú að díla við í þínu lífi? Getur Guð fellt ef að þú ferð að hlýða? Hýrabasíak, halleluja. Guð að tala hér í dag. Heyriði hvað andinn segir söfnuðinum. Hvaða múra ert þú með í þínu lífi sem að Guð getur rifið niður ef að þú bara ferð að hlýða? Og vinir, ég ætla ekki að missa af neinni blessun Guðs. Ég ætla bara að segja ykkur það, Jesús betri en allt annað. Allt annað. Það engin hamingja eins og hamingjan í drottni. Það engin tilgangur eins og tilgangurinn í drottni. Það engin gleði eins og gleðin í drottni. Ég að segja ykkur, óvinnurinn að plata okkur þegar við höldum að peningar eða eitthvað annað skipti öllu máli. It really doesn't. Og ég ekki að segja það að Guð get ekki blessa okkur með peningum, en það bara auka afurð. Það ekki main fókusin hjá drottni. Leifum honum það. Leifum honum að auðmýkja okkur. Mér langar að nefna eitt. Hafið þið tekið eftir að flestir finna drottin í mikilli auðmýkt? Hann stendur gegn dramblátum, auðmjúku veitin, hann náð. Hann frelsaði þau ert í auðmýkt. Vinir, það oftast þeir sem bara búin að brenna brýr og þá þeir allt í einu tilbúin að auðmýkja sig fyrir drottni. Og ég skal bara segja ykkur eitt, það góður staður að vera á. Þegar maður tilbúin að auðmýkja sig fram fyrir drottni, þá getur hann byrjað að byggja upp líf þitt eins og það á að vera. Má ég heyra amen? Það það sem hann þráir að gera. Halleluja. Vinir, fólk frelsast í auðmýkt. Og rosalega margir sem að koma hérna og sanga mér yfirleitt bara, og ég ekki að tala allir en mjög margir, sem búin að fara í gegnum einhverja hræðilegar kringumstæður eða eitthvað slíkt. Það búið að upplifa eitthvað rosalega sem hefur gert það verkum að viðkomandi í auðmýkt og jafnvel brotin. Og veitir hvað orðið segir? Hann nálægur þeim sem eru brotnir. Það bara þannig. Það okkar frelsari. Hann setur saman brotin hjörtu. Hann sérfræðingunni sem gerir það. Og ég ætla bara að segja ykkur, ef þú hefur gengið í gegnum áföll, ég hef gert það líka og bara freka mörg. Guð hefur leyst mig úr þeim öllum. Hann þannig frelsari. Hann elskar þig. Hann með þér. Og hann mun ekki sleppa þér hendinni né yfirgefa þig. Þannig að tala hann 7 fullkomið verk. Vinir, ef þú ferð eftir fyrirmælum, þá mun hið andlega spádómur sem að Guð gaf Ísrael. Hann mun rætast í hennu náttúrulega. Halleluja. Vinir, ef að hlauparinn fer ekki yfir endalínuna, þá það bara rosalega sorglegt. Vinningspeningurinn í hlaupinu kemur þau búin að fara yfir endalínuna. Og það sem ég hef tekið eftir svo margir byrja vel á göngunum með Guði, en það snýst að vera heyrandi og gjörandi. Til þess að við svíkjum ekki sjálf okkur, að við séum ekki bara eitt í dag og annað á morgun, heldur að við tökum ákvörðun á hverjum einasta degi að íklæða okkur herklæðum Guðs. Taka slaginn á hverjum einasta degi.
Að láta ekki óvinnin taka okkur hingað, taka okkur þangað, heldur að ganga beina brautir. Það er það sem að Guð vil gefa okkur. Halleluja. Mér langar að fara í Filippibréfið 2:12. Þess vegna mín elskuðu, sem ætíð hafi verið hlýðin, vinnin nú, og með svo æðislegt þetta hlýðin, aftur, verið hlýðin. Jesús sagði, sá sem að gerir það sama og ég. Vinir, þetta snýst að framkvæma vilja Guðs, en við byrjum ekki á að framkvæma og síðan höldum við að það vinna okkur inn eitthvað, heldur þegar Guð frelsar okkur, þegar náðin hefur áhrif á hjart okkar, þá koma eðlilega verk samfara trúni. Það er bara fullkomlega eðlilegt, ekki akkurat öfugt, bara þannig að við höfum það á hreinu. Svo kemur hérna, vinni nú að sáli hjálpa ykkar með ugg og ótta. Eins og þegar ég var hjá okkur, því fremur nú þegar ég er fjarri, því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkoma sér til velþóknunar. Og ég talaði þetta síðast, sálin er hvað? Það er tilfinningalífið. Tilfinningalífið, hugsanir okkar, hugreiningar. Vinir, Guð á að vera hluti af hugsunum okkar og hugreiningum í öllum hlutum. Það er svo mikilvægt að byrja daginn rétt, leyfa Guð að vera með sér inn í daginn og bara framfylgja vilja hans í einu öllu. Mér langar til þess að fara í annan reikningastaf, bara til þess að svona ljúka hérna í dag. Og hann er í Lúkas 1 og þarna er Guð í rauninni að eða engillinn að tala við Maríu. Og vinir, María stóð frammi fyrir rosalegum, þið vitið, bara í rauninni, bara sjokki. Þegar engillinn talar við hann og segir, herðu, dýrð hins hæsta mun yfirskyggja og þú verður ólétt. María mey sem hafði aldrei kallmannskennt, lesum hérna saman í Lúkas 1. En í 7. mánuði sendi Guð Gabriel engil til borgar í Galilíu sem hét Nasaret, til meyjar var föstnu manni sem Jósef hét, af ætt Davís og mærin hét María. Og engillinn kom til hennar og sagði, heil vert þú sem nýtur náðar Guðs. Þannig kemur aftur þetta orð náð. Heil vert þú sem nýtur náðar Guðs, drottin er með þér. En María var hrædd við þessi orð og hugleiddi hvað þessi kveðja ætti að merkja. Og engillinn sagði við hana, óttast þú ekki María, því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Aftur náð. Þú munt verða þunguð verða og son ala og þú skalt láta hann heita Jesús. Hann mun verða mikill og kallaði sonur hins hæsta. Drottin Guð mun gefa honum hásæti Davís, föður hans. Og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu og að ríki hans mun engin endir verða. Í versi 34 þá sagði María við engilinn, hvernig má þetta verða þar sem ég hef ekki karlmann kennt? Og engillinn sagði við hana, heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskyggja þig. Þess vegna verður barnið heilagt, sonur Guðs. Elisabeth, frændkona þín, er einnig orðin þunguð og að syni í öllu sinni og þetta er 7. mánuður hennar sem kölluð var óbyrja. En Guði er engin hlutur megn. Og það sem að ég vil leggja áherslu á er síðasta versið í þessu. Þegar við stöndum frammi fyrir kringumstæðum sem að virðast vera eins og vígirt borg frammi fyrir okkur, eitthvað sem að við getum varla séð, hvernig eigum við að bregðast við? Sjá hvað María segir, sjá ég er ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og vinir, þegar Guð biður okkur eitthvað, þegar Guð er að kalla okkur út á vatnið, megum við gera eins og María, auðmýkja okkur undir Guðs voldugu hönd, verði mér að orðum þínum. Vinir, María var hlýðin. Hún var hlýðin. Og María var ekki bara hlýðin, Jesú var hlýðin. Í Filippibréfinu, öðrum kafla, þá stendur svo, hann var í Guðs mynd,
Hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu. Og við erum að tala um Jesú Krist, son Guðs, sem að dó fyrir þig og mig. Hann tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig. Og hvað hann var hlýðinn, allt í dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann. Og gefið honum nafni sem hverju nafni aðra, til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Og vinir, ef að María mey var hlýðin, ef að Jesú var hlýðin, þá þurfum við að vera hlýðin. Vinir, klárum verkið sem að Guð hefur kallað okkur til. Þreytumst ekki gott að gjöra. Höldum áfram í frelsi og notum ekki frelsi til færis fyrir holdið. Og sigrum vín. Í Jesú nafni rísum á fætur. Halleluja.